En ef við byrjum á að líta á tekjuþróunina til lengri tíma, að þá þessi mynd að sýna það hvernig rauntekjur, heildartekjur allra framteljenda á föstu verðlagi hækkuðu á árabilinu frá 1992 til 2015. Hér erum við með tekjulægstu 10%, þau fengu samtals raunhækkun sinna tekna 23% á þessum tíma. Svo hér meðaltal lægstu 90%, það allur þorri almennings auðvitað. Þeir voru með 46% hækkun á þessu tímabili, efstu 10% með 79%, efsta 1% 127 og svo efsta 0,1% sem í raun og veru efnahags- og fjármálaelítan í landinu. Hennar tekjur, rauntekjur á þessu tímabili hækkuðu 205%. Og þetta auðvitað mynd af þjóðfélagi þar sem að tekjuskiptingin hefur verið að ójafnast á þessu tímabili frá 92 til 2015. Ef við hefðum tekið myndina 92 til 2007, þá voru miklu brattari. En það jafnaðist sem sagt eftir hrun svolítið tekjuskiptingin, umtalsvert reyndar, en eftir sem áður stöndum við á mun hærra ójafnaðarstigi heldur en við vorum á fyrir árið 2000 og þá sérstaklega enn ójafnara ef miðað væri við árið 1992 eða þar í kring.